Já, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur gott sér hljóðs og hún gerir grein fyrir vinsamlegast taki fram undir hvaða liðum við eruð að bóka. Forseti borgarfulltrúa, þetta bókun Framsóknar flugvallarvinna undir lið 1 sem svohljóðandi. Í skýrslunni gerð grein fyrir aðdraganda, innleiðingu og framkvæmd breytinganna. Margt var vel unnið aðdraganda breytinganna en innleiðing og framkvæmd breytinganna var illa unnin. Eftir undirritun samkomulags og þjónustulýsingar í maí 2014 töldu þeir sem ábyrgð bera að einhver annar ætti að bera ábyrgðina og hafa umsjón með breytingunum. Þannig virðist til dæmis sem samráðshópur félagsmálastjóra á höfuðborgarsvæðinu hafi litið svo á stjórnun breytinganna væri hjá Strætó BS, þó svo ekkert í samkomulaginu eða þjónustulýsingunni kveði á slíka ábyrgð Strætó BS. Nauðsynlegt að allir læri af skýrslunni og bæti vinnubrögðin, auki upplýsingaflæði, samráð, þekkingu og reynslu fólks og átti sig á hvar ábyrgð á einstökum verkefnum liggur, hver hefur yfirumsjón með þeim, hver á að gera hvað og hvernig. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun og þá kemur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi og gerir hér grein fyrir bókun og jafnframt undir hvaða lið hún er. Legg hérna fram bókun okkar sjálfstæðismann undir lið 3. Engin nemandi í 8. bekk grunnskóla fær vinnu hjá Vinnuskóla Reykjavíkur. Vinnutími nemenda í 9. og 10. bekk hefur auk þess verið skertur miðað við það sem áður var. Starfsemi Vinnuskólans hefur mikið forvarnargildi og veitir uppbyggilega sumarvinnu fyrir unglinga. Nemendur í 8. bekk eru 1354 talsins og fæstir þeirra munu fá verkefni í sumar. Önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu bjóða 8. bekkingum sínum vinnu. Þau sem leið eiga borgina sjá að Vinnuskólanum veitir ekki af liðsauka enda víða verk að vinna við þrif og umhirðu í borginni. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Getur þú sendt bókunina á hann búið að senda bókunina, þá það borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir sem ætlar að gera grein fyrir bókun. Eru borgarfulltrúar meirihlutans líka að búa sig undir að gera grein fyrir bókunum? Já, gjörðu svo vel Greta Björg. Takk fyrir, heyrðu bókun undir lið 2. Takk. Framsóknar flugvallarvinna samþykktu tillögu velferðarsviðs samþættingu heimaþjónustu í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum með staðsetningu að Þórðargötu 3 undir stjórn Vesturgarðs þar sem nú rekin dagdvölin Þorrarsel fyrir aldraða þann 16. október síðastliðinn. Tillögunum var veitt samþykki þar sem henni ætlað að skapa betri yfirsýn yfir þarfir notenda, hagræðingu, heildstæðri þjónustu, aukin viðbragðsflýti og betur sér að mæta aukin þjónustuþörf. Einnig leggjum við áherslu að þessar breytingar verði unnar í samráði og samvinnu við starfsfólk og notendur eins og gefið hefur verið til kynna. Þó svo að dagdvöl Þorrarsels flytjist á Vesturgötu teljum við að það muni efla félagsstarfið, auka húsnæðisrými og tækifæri skapast af því að hafa heilsugæslustöð miðbær í sama húsi. Þessi flutningur muni einnig stuðla að bættri notkun á félagsmiðstöðinni Vesturgötu sem og félagsmiðstöðinni við Aflaganga. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Þá mun Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi að gera grein fyrir bókun. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég geri grein fyrir bókun fulltrúa Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna varðandi flutning á dagdvöl aldraðra að Þorrarsgötu og bókunin svohljóðandi. Ákvörðun flutning dagdvalar aldraðra að Þorrarsgötu 3 yfir í Vesturgötu 7 var samþykkt án ágreinings í velferðarráði. Möguleiki til að hagræða í rekstri velferðarsviðs 28 milljónir króna á ársgrundvelli án þjónustuskerðingar. Það eftirsótt að njóta dagdvalar Þorrarsels og með flutningi má bjóða fleirum þjónustuna og fækka fólki á biðlista. Meirihluti borgarstjórnar sér ekki ástæðu til að falla frá þessum áformum en hefur þó fullan skilning á áhyggjum notenda þjónustunar af fyrirhuguðum breytingum og leggur áherslu á að vel verði haldið utan stjórnun þeirra. Takk. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun og þá mun borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson gera grein fyrir bókun, jafnvel 2. Nema borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir ætla að gera grein fyrir annarri bókun. Þið finnum það kemur í ljós í pontu. Forseti og borgarstjórn, ég geri fyrst fyrir
grein fyrir bókun meirihlutans undir 1. lið. Hún er svohljóðandi. Úttekt innri endurskoðunar á aðdraganda, innleiðingu og framkvæmd breytinga á ferðaþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu er vönduð og ítarleg og varpar skýru ljósi bæði á það sem vel var gert og það sem brást í ferlinu. Undirbúningur breytingana var góður og ekki eru gerðar miklar athugasemdir við þá stefnumótun sem slíka. Brestirnir fólust fyrst og fremst í því að ekki var skýrt hver átt að bera ábyrgð á heildar umsjón með innleiðingu breytingana eftir að verkefnið hafi verið falið Strætó BS. Upplýsingagjöf var mjög ábótavant bæði til notenda þjónustunar og eftirlitsaðila sveitarfélagana, velferðarsviða og velferðarráða. Vönduð breytingastjórnun byggist á skýrt skilgreindri ábyrgð og góðu upplýsingaflæði og þegar viðkvæma þjónustu á borði þessa er að ræða verður að vanda sérstaklega vel til verka. Nauðsynlegt er að draga lærdóm af mistökunum til að tryggja að slíkt gerist ekki aftur þegar viðamiklar breytingar eru gerðar á þjónustu. Og því næst ger ég grein fyrir bókun undir 3. lið. Hún er svohljóðandi. Vinnuskólinn hefur gegnt mikilvægu hlutverki fyrir ákveðna hópa gegnum tíðina. Þar hafa unglingar hlotið þjálfun og menntun í vinnubrögðum og vinnusiðferði. Starfsemi skólans hefur þróast og breyst í áranna ráðs og sjálfsagt er að vinna áfram að aukinni fjölbreytni starfa í þágu áhugasviðs og hæfileika reykvískra unglinga. Nýstofnaður atvinnumálahópur borgarráðs mun á næstu vikum hefja þessa vinnu í samráði við vinnuskólan, ungmennaráð og aðra sem að málinu koma og má gera ráð fyrir að næsta sumar verði tillögur komnar fram hvernig þessu verður best fyrir komið, enda brýnt að Reykjavíkurborg leggi sitt af mörkum til að börn og unglingar geti varið sumarfríinu á uppbyggilegan og skemmtilegan hátt. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið að gera grein fyrir bókun og ég bið borgarfulltrúi að senda bókanir á skrifstofustjórann. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson óskað eftir að gera grein fyrir bókun. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég les bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við lið 1 ferðaþjónustu fatlaðra. Svört skýrsla ferðaþjónustu fatlaðra er harkalegu dómur yfir margvíslegum mistökum stjórnar Strætó BS, stjórnenda, velferðarsviða og velferðarráða sveitarfélagana. Í skýrslunni er staðfest að öllum starfsemum í ferðaþjónustu Strætó BS var sagt upp, öfugt við það sem haldið verið fram. Með uppsögnum fatlaðs starfsfólks hjá Strætó BS glataðist mikilvæg þekking á þörfum notenda og áratuga reynsla fyrir borð borin. Framkoma stjórnenda við starfsfólk var ómannúðleg og ófagleg. Tryggja verður aðkomu hagsmunasamtaka fatlaðs fólks að ferðaþjónustunni með varanlegum hætti. Skýrsluhöfundar beina athyglinni að þætti stjórnar Strætó BS en fram kemur í skýrslunni að stjórnin hafi verið veik og að hlutverk hennar virðist hafa verið að veita samþykki við gjörðum framkvæmdastjórnar. Ennfremur segir að ekki verið annað séð en að eftirlit stjórnar með rekstri hafi brugðist varðandi verkefni er að hluti að ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Reykjavíkurborg ber að axla ábyrgð á þessu sorglega máli. Það eiga önnur sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu gera líka. Fulltrúar í stjórn Strætó BS hljóta að hugleiða stöðu sína. Borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson hefur lokið að gera grein fyrir bókun og þá hefur verið gert grein fyrir öllum bókunum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon mun gera grein fyrir bókun sjálfstæðismanna. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég gerir grein fyrir bókun okkar sjálfstæðismanna vegna annars liðar. Hljóðar svo. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma að fulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Pírata, Vinstri grænna og Framsóknarflokksins og flugvallarvina skuli fella tillögu að Þorrarsel, dagdeild fyrir aldraða, verði áfram rekin í núverandi mynd að Þórðargötu 3 og að horfið verði frá þeirri hugmyndastarfsemi víki fyrir annarri starfsemi. Ljóst er að núverandi húsnæði við Þórðargötu hentar að mörgu leyti betur fyrir rekstur dagdeildarinnar, til dæmis vegna aðstöðu til útivistar og aðkomu bifreiða en núverandi húsnæði félagsstarfs eldri borgara að Vesturgötu 7. Einnig er ljóst að ef fyrirhugaður flutningur verður að veruleika mun hann koma niður á starfsemi félagsstarfs eldri borgara að Vesturgötu 7 og þátttakendur þar vísað annað. Verður ekki séð að það sé skynsamleg ráðstöfun að skerða þannig umrædda þjónustu í gamla Vesturbænum þegar fyrirséð er
að fjöldi eldri borgara muni að minnsta kosti tvöfaldast á næstu 15 til 20 árum. Þá hafa komið fram ábendingar að Reykjavíkurborg kunni að vera óheimilt að breyta notkun nefnds húsnæðis að Þórðargötu 3 án samþykkis húsfélagsins að Þórðargötu 5, 7 og 9 sem hefur lýst sig andvígt umræddum fyrirætlunum Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að gera grein fyrir bókun síns ner. Þá umræðum lokið og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Gerð hefur verið grein fyrir öllum bókunum og öll mál afgreidd og þá ekkert annað eftir en að slíta fundi klukkan 18:00.